Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin á Haukar TV. Við ætlum að fara að rýna aðeins í kallalið núna og ræða komandi tímabil og þess áttar. Með mér eins og í fyrsta þætti Friðbjörn Bjarki. Velkomin Friðbjörn. Takk fyrir það. Og núna komið til okkar þjálfari kallaliðsins, Guðjón Pétur Lýðsson. Guðji, velkomin. Kæra ekki. Og bara eins og ég spyr alltaf, hvernig eru þið strákar? Já, ég byrja. Já, þú mátt byrja. Ég bara hrikalega góður. Tók puffin rannum helgina. Já, herru, hvernig gekk? Það gekk bara ágætlega. Ég þurfti bara að koma það fyrir alþjóð. Ég allavega kláraði og 6 tíma herjúlur bara fyrir og eftir eða? Nei, þetta voru nú reynda bara tæpir 3 tímar. Þannig að ég lét mig hafa það. Það ekki pí. En bara virkilega. Nei, bara gaman. Ég var bara gott. Guðji, það nóg að gera á þér. Framboð, fyrirtækjarekstur, svo ert einhvern þjálfur líka. Ég er alveg jafn að Friðbjörn hafi ekki bókað gistingu í lítið hótelana alltaf. Ég veit það næst. Já, það er nóg að gera. Já, heldur betur. Brattur? Já, maður þannig yfirleitt sko. Já. Einn leikur búinn. Já. Fór bara eins og hann fór. Eitthvað svona, þú veist, ég veit að þú ert ekki maður afsakana, en ég kannski kem með þér bara sem stuðningsmaður. Já. Það var náttúrulega lélegt undirlag og veður og allt það, eða ekki? Veðrið var náttúrulega frábært sko. Já. En ég get alveg orðað þannig að þetta var ekkert besti fótboltavöllur sem við spilaði á, en við stilltum líka bara upp öflugu liði til þess að vinna með þær aðstæður sem voru. Og ef maður rýnir í leikinn þá kannski hefði það átt að skila allan að stíga og kannski líklega sigri, en það dætti ekki með okkur. Algjörlega. Frammistaðan bara svona góð, sáttu við hana? Já, bara eins og sögum, bara miðað við kannski þannig völl sem hefur verið að bjóða upp á, þá bara frammistaðan bara mjög fín. Menn börðust og tók á því sem þeir hafa ekki segja fæktast fyrir sem eru löngu innköst á miðunni og henda boltum inn í bóks og við dílum vel það, en svo kannski það sem klikkaði í þessu leik voru 2 skyndisóknir sem þegar við erum að þjarma þeim og þeir ná að negla fram og klikkar einn kannski hreinsun og þeir ná að skora. En leikurinn í heild var náttúrulega hann að við sköllum í slá og bjargaði línu og fullt af fínu færum og dappar ekki með okkur í þessum leik. Já, heldur betur. Við höldum áfram að ræða þetta allt saman eins og við komum inn og það er nóg að gera þér út í frambúði líka. Hvernig að juggla þessu öllu saman? Það nú gengur bara vel sko. Ég svo sem vinn náttúrulega bara hjá sjálfum þannig og með góða meðendur og samstarfsmenn, þannig að ég fæ frelsi til þess að vera svolítið að juggla annars vegar pólitíska ferli og svo sömuleiðis fótboltaferli. Þannig að ég fæ að leika mér aðeins á tíminn. Já, en ertu ekki líka svolítið vanur því að hafa bara nóg að gera? Það ekkert mikið á döðum stundum? Jú, þú veist, ég held að konan geti alveg vottað það. Ég ekkert mjög mikið fyrir að hanga heima á mér sko og upp í sófa eða eitthvað svoleiðis, þannig að mér finnst alltaf svo mikið sófan á tíma að vera að horfa á þættir til dæmis og sjónvarp, þannig að ég horfi mjög lítið á sjónvarpi til dæmis. Þannig að sá tími sem að kannski flestir hanga í sófanum heima, þá er ég bara að gera eitthvað að mér finnst, eitthvað produktíft, þannig að kannski fundur tengt pólitíkin eða þjálfara bransunni. Algjörlega. Við sitjum hérna inn í vallarhúsinu sem að væri kannski ekki frásögum færandi nema hvað það er orðið ansi glæsilegt hérna vallarhúsi og Gauði, þú hefur nú bara tekið virkan þátt í þessari uppbyggingu sjálfur. Já, bara kannski samræmi við bara öflugt meistaraflokksráð og það er bara verið smá kraftur í starfinu og menn hafa verið til að leggja hönd á plóg og hafa nokkrir ótrúlega öflugir komið að þessu til dæmis og gefið mikið af tímanum sínum og svo höfum við fengið bara haukafólk út allt að styrkja verkefni og það er búið að vera ómetanlegt og ótrúlega gaman að sjá hvernig þetta er búið að breytast. Þetta er orðið alger snilld. Upplifir þú svona aukinn kraft í kringu félagið samanborið síðust ár? Já, ég held að finni það svo sem allir sko. Það er, þetta hefur kannski verið að höndum 1, 2, 3 menn sko, en nú eru kannski komnir í 10-15 og ekki bara 10-15, 10-15 alvöru skepnur, maður segja það bara eins og menn sem eru tilbúin að bókstala vaða áfram fyrir klúbbinn og það hefur kannski verið svona partur af þessum uppgjöf sem verið. Það er bara margir sem hafa verið að leggja hönd á plóg. Og þú kannski einmitt fer svolítið í þá vegferð þegar þú tekur við að vera ekki bara þjálfari, þú ert líka að virkja einmitt haukara út allt. Já, bara ég og aðrir sko. Þetta er búið að vera bara ótrúlega skemmtilegt. Tímafrekt en þess virði bara fyrir okkar klúbb og maður hefur miklar væntingar til þess að við sem félag
getum gert betur en við höfum verið að gera síðustu ár og bara setjum stefnan á það klálega. Já, heldur betur. Þetta byrjar allt saman heima fyrir þar að segja á mögnuðum magnamönnum hérna á laugardaginn. Já, maður bara mjög spenntur og kannski svona fyrsti heimileikarinn á þessu lið og við erum með mjög flinka og góða leikmenn, þannig að maður bindur vonir til að svona menn blómstri og ég hef mikla trú á þessu strákum og við erum með rosalega gott lið og góðan hóp til þess að spila góða, skemmtilega knattspyrnu sem að vonandi mun laða að sér að Haukapóll koma á völlinn og njóta þess að horfa á strákan sem að spila. Já, og eitt en talandi fyrsta heimaleikinn og kannski svo ég klára þessu umræðið mitt vallarhúsið, þetta svona, það smá pælinga að svona game day experience verði aðeins stærra eða ekki? Jú, klálega og það einmitt, það nokkri góðir sem að nefna Helga og Maggi og fleiri sem hafa komið svona kraft inn, Ágúst Sindri og Gísli og Jón hafa verið hérna síðust ár og Brynjar og svo hafa komið hérna Arnar og Skúli og Óli Jón og gamli leikmenn hafa komið Elmar og fleiri sem hafa verið hérna að hjálpa og gert ótrúlega mikið og vonandi kom bara fleiri næstu misserinn. Ellert Ingi er búinn að vera hérna að djöflast síðust ári líka þegar maður tækir ekkert á honum og það bara mætti fleiri sína þennan kraft fyrir félagið sitt og maður býst við nokkrum bara næstunni. Já. Og svo þessi sagt líka að þá höfum við haldið nokkra viðburði og það var menn komið inn bara í afmörku verkefni og tekið tarnir og það mitt bara gaman ef að Haukafólk vill láta gott þessi leiða, láta vita af sér, þá þetta heyri í þeim. Já, algjörlega. Kannski eitt bara svona, svo ég tæk mig þátt. Leggur skóna á hilluna eftir síðast tímabil og eftir að koma inn í nýtt hlutverk sem þjálfari, hvernig hefur þetta transition verið að fara úr því að vera einn af gaurunum á vellinum og í það að fara að stýra þeim? Sko, ég hef ekkert fundið fyrir neinum erfiðleikum fyrir mig sko persónulega. Auðvitað þetta nýtt hlutverk og maður ennþá að læra margt sko og lendur einhverju veggjum hér og þar. En ég hef svo sem alltaf verið svolítið bara flott áfram í öllu sem ég geri og þannig að ég held að strákarnir hafa alveg bara ekki fundið mikið mun á mér sem þjálfari eða leikmaður. Maður var svolítið bara alltaf elstur í hópnum og maður var svo sem bara hérna til þess að hjálpa klúbbnum og leikmönnum í liðinu að vera betri og það bara sama hlutverk hér núna. Ég bara að reyna að skapa umgjörð og hóp þannig að menn sé að ýta hverju öðrum og byggja upp svona smá samkeppni og það að takast held ég og það vonandi mun sjást seinna í sumar sérstaklega. En svona on that note, hvernig bara farin í fyrsta sumarið ekki sem knattspyrnumaður, í nýju hlutverki, finnst þér erfitt að vera ekki að fara að reima á skóna og... Já, ég get alveg sagt það heiðarlega, það erfitt sko. Ég svona taldi bara þegar á þessum tímapunkti var að koma, ég taldi mig geta gert meira fyrir Hauka í þessu hlutverki, hvort sem að vera sem þjálfari eða bara í stjórn, ég var líka að hugsa að fara bara í stjórn sko. Þá setti ég eiginlega bara félagið í forgang og ég bara svona taldi mig geta hvatt fólk í kringum klúbbinn til að koma að þessu og aðeins virkja starfi og ég held að það hefur tekist mjög vel. Já. Og það svona ástæðan fyrir eiginlega, en ég saknaði þess mjög mikið að vera og maður hefur alveg laumast á eina æfingu í vetur þegar það hefur vantað sko. Þú hefur verið að vera að mæta á skólsæfingu og svona? Jú. Ég mæti nú eina æfingu og já, maður svona átt að segja á því þá hversum að þú slæðir skona hittuna. Það enga líka að klúpa einu við sko. Þetta kveður. En svona bara hópurinn og andinn og allt það eru menn ekki bara fulla ferð áfram einbeittir á verkefni þrátt fyrir einmitt þetta að tapa í fyrsta leik? Jú, bara eins og sagði strákinni í klefa, þetta bara fyrsta varðan á leiðinni sko. Og við erum núna bara að fara í fyrsta leikin okkar eigin heimavelli á sléttu góðu gerðargræsi sem við erum vökað og boltum við að renna hratt og vel og við hefum getað að spila góðan bolta og ég held að henda okkur betur. Við viljum spila góðan hópbolta, þannig að góðan öðruvísi, bara boltan á jörðinu og láta hann ganga og pressa liðin og hlaupa mikið og það mun henda okkur betur að vera að klála hér en við höfum alveg vopnin í það og við getum alveg mætt í hina leikinu og spila öðruvísi fótbolta en hér mun okkur líða vel, ég nokkuð viss á það. Er eitthvað öðruvísi að koma inn í tímabilið með svona þær væntingar að ætla sér að fara upp eða þú veist þið kannski ætluðu ykkur að einhverju tímabóti en að svona aðrir ætli ykkur upp líka? Nei, þú veist, ég svo sem bara alla tíð verið í þannig félögum og umhverfi og að vilja ná árangri sko. Og ef menn vilja ekki ná árangri þá
það eiga náttúrulega ekkert heima í liðinu allan sem ég að stýra, sko. Við ætlum okkur bara stóra hluti og við höfum ekkert að hrætt við að segja það að félag eins og Haukar er ekki heima í annarri deild. Við höfum auðvitað verið að lágmarki í fyrstu deild og við bara róum öllum árum að því að ná þeim markmiðum, sko. Er þetta eitthvað sem pældir í, ég meina þú kemur hérna þegar Haukar eru búin að vera í annarri deild í 4 tímabil. Varst þú svona sem út á þau bara sem svona Haukari sem var auðvitað í öðrum liðum á þeim tímabúti hugsaður jöfnlega Haukar sé eitthvað í annarri deild þarna að baksa eitthvað? Já, bara, þú veist, það eru auðvitað margt hérna sem maður sér í Haukum sem maður má laga, sko. Og það er alveg komin tími til og kannski partur af því einmitt að styrkja ásýnd meistaraflokksins og til þess að yngri flokkarnir sjáu einhverja fyrirmyndir og eitthvað raunverulegan árangur nást. Það getur verið hvatning og gefið öllum hérna smá búst í hverfinu og sérstaklega þessi ungkynslunni. Þannig að það er mjög mikilvægt að félagi ná árangri og geri vel í sumar og á næstu árum. Mér finnst það bara mikilvægt fyrir hverfið og fyrir bara alla sem eru hérna, sko. Þannig að já, klárlega, sko. Klart mál. Deildin í ár versus í fyrra, er þetta bara svipað eða hvernig upplifir þetta? Já, ég myndi að halda að þetta sé sterkari enn í fyrra. Þú veist að koma mjög öflug lið niður sem er ekkert vön svo sem að vera mikið í annarri deild, Selfoss og Fjölnir. Og þau klárlega eru öflug og svo finnst mér KFA og fleiri lið sem eru búin að bæta við sig. Þannig held að deildin sé klárlega sterkari en hefur verið. En þetta samt bara, þú veist, svipað. Við erum líka sterkari, þannig að vonandi bara ná við að trompa hinliðin. Klart mál. Já, og kannski bara, þú veist, við erum búin að tala um reynslan innan vallar og kannski bara teymið yfir höfuð. Hlýtur að koma með gífurlega reynslu inn í þetta? Já, bara klárlega. Við kannski komum fyrst og fremst með reynslu sem leikmenn. Ég er náttúrulega bara fyrsta skiptið að þjálfa meistaraflokk og ég hef þjálfað mikið yngri flokkum og svoleiðis sem gegnum tíðina. Óskar náttúrulega fekk góða reynslu í Víking og Daði er náttúrulega búinn að vera aðeins lengur en við í þessu og er svona kannski getur miðlað til okkar og passaði kannski aðeins upp á okkur maður fari ekki fram úr sig með hitt og annað og hefur verið mjög flottur fyrir okkur. Og svo bara Pablo náttúrulega er kannski við allir týpur sem hafa verið ákveðnir leiðtogar í öllu liðum sem við erum í og bara ég held að þetta sé teymi sem á að geta náð mjög langt í þessu. Svo ég segi það, allan að það er allan mín trú ennþá sem komið er og ef eitthvað er þá er maður bara svona valdefst í að finna mikið metnað fyrir þessu og vilja ná langt í þessu og maður er búinn að vera eyða ófáum klukkutíma og mínútum í að kynna sér alls konar anga af þessari þjálfun, sko, hvort sem það er andleg þjálfun eða líkamleg eða knattspyrnuleg. Já, þetta er stór og sterkur leikmannhópur sem ætlar sér miklu hluti. Það er væntanlega samkeppni innan hópsins. Eru menn að tækla það vel? Já, þú veist, maður reynir bara að vera mjög heiðarlegur og segja hlutina eins og birtast manni hverju sinni. Svo á endanum þá er bara, lífið er bara samkeppni og sérstaklega fótbolta, þetta verður ekkert eins hrátt og þar, svo það er bara þjálfari velur ekki lið nema lið sem hann tilheyrir að sé bara að vinna fótboltaleik. Og þetta er það sem erfiðast í þessu að vera eitthvað sem búið að vera challenge, það er bara það að velja í hóp og lið og það er það sem er erfiðast, sko. Það er alltaf erfitt að skilja einhvern leikmann á bekknum eða utan hóps eða segja að hans hag sé betur borgið annars staðar. Þetta eru erfiðustu mómentin í þessu þjálfun hingað til en maður bara, ég hef allan haft að leiðarljósa að bara reyna að hugsa hag félagsins og svo leikmannsins fyrst og fremst þegar við tökum svoleiðis ákvarðanir. Og kannski einmitt erfiðar ákvarðanir sem bara fylgja því einhvern veginn náttúrulega að ætla sér upp á við og stærri hluti, ekki satt? Jú, klárlega, sko. Og við höfum reynt að passa vel upp á það að við séum með kjarna af haukastrákum. Við höfum verið með svona síðustu leiki 5-7 leikmenn að byrja sem að held ég sé bara mjög sterkt og mikilvægt en að bæta við okkur mönnum inn í klúbbinn sem að geta komið eitthvað á borðinu virkilega bæði sem karakter og bara með gæði eins og leikmenn. Þannig að ég held að það sé staðan hjá okkur núna. Við erum með mjög góða blöndu á uppöldum og svo góðum aðkomastrákum. Klart mál. Eins og ég hef nefnt áður í þessum þætti þá setjum við inn í Vallarhúsi og maður horfir hérna yfir svæðið og það er orðið ansi glæsilegt og það er auðvitað fer það fremst í flokki knatthúsið. Hvernig finnst þið bara tilheyra félaginu á þessum tímum með það sem að allt hefur einhvern veginn risið og er orðið glæsilegt? Já, þú veist. Þú meinaði bara að þetta er náttúrulega bara mjög svipað og hefur verið sagði nema að við erum komið með knatthús. Já. Knatthús eitt og sér náttúrulega bara byltir aðstöðunar.
það bylti náttúrulega ekki gæði liðsins eða leikmanna. Nei, en utan allar svona. Já, en þetta auðvitað styrkir okkur sem klúbb bara út á því. Og þetta styrkir náttúrulega okkur í því að við getum þá búið upp á hágæða aðstöðu og þjálfun og það er ekki sem við þurfum að vinna í núna næstu árin, en bara laða okkur öfluga þjálfara í klúbbinn, yngreflokana, og fleiri, þú veist, að við höfum kannski verið svolítið undirmönnuð ef maður fundist í yngreflokunum, þannig að það er eitthvað sem það er virkilega að byggja í og styrkja. Já. Þetta verður svona skemmtilegt game day experience í sumar eins og við höfum komið inn á. Hvað svona, er eitthvað meira sem er hægt að gera? Jú, þetta, árangurinn af vallar til að fá fólk á völlin, en ertu með eitthvað svona skilaboð til fólk sem er eitthvað svona pæla hvort þau kíkja á ásvelli eins og næstu helgi? Já, bara, þú veist, það er búið að vera brjáluð stemning í baklandan okkar og maður hefur fundið það að það er kraftur og ég veit að þeir í stjórninni eru að setja upp þvílíkan matchday experience dag næsta laugardag. Það eru hoppukastalar og matur og stemning og það verður engin svikin held ég að mæta á völlin á laugardaginn og vonandi bara koma allir haukamenn nær og fer á völlin og styðja okkur í að landa þessu fyrsta sigur sumarsins því að hann er mikilvægastur því hann gefur svo fyrir þetta framhaldi. 4 á laugardegi, Friðbjörn, er við ekki líklegir ansi líklegir að mæta þessa veislu? Jú, ég hugsa það sé bara 100% sko. Ekkert puff fyrir hún að trufla og ekkert puff fyrir hún, nei. Já, og svo kannski til að nefna það, planið er náttúrulega að vígja þetta rými. Þannig að þetta verður loka rými fyrir eldri en 18 ára og svo verður inn í knatthúsi verður opið svæði fyrir alla aðra og þegar allir geta fundið sér eitthvað að hæfi og þá verður góður staður til að hafa gaman fyrir alla aldurshópa. Komst inn á stuðningsmannakvölduna að kannski fyrirmyndinni mitt að svona þessu svæði hér er kannski fjósið í Val? Já, þú veist, og félögin hafa verið að byggja upp svona félagsaðstöðu. Það hefur bara reynst vel á hinum klúbunum og við bara svo sem viljum ekkert vera eftirbátt, við viljum frekar reyna að vera á par við þau og reyna að gera betur. Þú veist, og það sé kannski markmið að vera ekki alltaf að elta hina heldur reyna að vera á undan. Sko. Og við erum allar núna með þessu að klálega stíga skref í að ná hinum og svo veit ég að menn hafa draumum að gera þetta ennþá flottara á næsta árum. Klart mál. Ertu með, eða ég spurði nú Hödda sömu spurningu þjálfara kvennaleiksins, ertu með eitthvað svona augljóst markmið þetta í sumar, allir upp, en ertu með eitthvað svona 3-4 ára dæmi sem er í gangi eða? Já, þú veist, maður ekki það er ekki að segja mikið um það, en bara við höfum auðvitað markmið að komast upp deild til að byrja með og næstu 3-5 árum á Haukar að geta challenge að fara upp í efstu deild og það er langtíma svona markmið næstu svona misserinn að við séum allan að byggja þetta upp til að við getum orðið úrvalsdeildarklúbbur. Það sé markmið og það geta sagt sér við eitthvað lægri markmið en það. Auðvitað tökum við breytskrif einu og fyrsta markmið er bara að vinna leikinn á laugardaginn. Tökum við næsta og vonandi leiði það af sér að við skilum okkur í deild fyrir ofan á næsta ári. Og svo í framhaldinu verðum við bara að taka lítil skref af stóra markmiðinu sem er auðvitað að enda í efstu deild á einhverjum tímapunkti. Já, klárt mál. Fyrsta sinn, já, endurstöka leikið síðan 2010. Er það ekki einmitt sko, það 2010 tímabil hlýtur að vera svona ansi eftirminnilegt fyrir þig? Já, bara ótrúlega dýrmætt ár sko og 2009 var nú eiginlega líka ótrúlega dýrmætt að komast upp í efstu deild með uppeldisklúbbnum og margir af félögum manns í liðinu voru sem hefur verið með mann í öðrum, þriðja og fjórða flokk. Þannig að þetta var náttúrulega ótrúlega dýrmætt að komast upp í efstu deild og bara sjá krafti sem að kom með því. Og það er kannski svo minning sem að er bensínið í hjartanu á manni, það er svolítið að við erum stór klúbbur, við erum knattspyrnufélag Haukar og stundum gleymist það og við eigum alveg að geta orðið í framtíðinni flagship Hauka klálega. Ég held að það sé einmitt málið sko, að eins og á þessum tíma, það var fullt af fólki að mæta á völlin og þú veist, nú þegar við erum búin að vera í annar deild í svona langa tíma, þá er fólk ekkert búin að gleyma, þú veist, það er miklu fleira Haukafólk en að úti heldur en við gerum okkur grein fyrir. Já, klálega. En kannski aðeins með markmiðina að þú veist, það er nokkuð skýrt bara að fara upp deild, en hvað þarf að ganga upp til þess að við náum þessu markmiði? Það þarf náttúrulega margt að ganga upp. Þú veist, liðsheildin þarf náttúrulega að vera góð. Það er, þú nær engum árangur nefn með góða liðsheild. Það þarf að vera góð gildi á bakvið árangurinn, það er að segja vinnusemi og menn tilbúin að fórna sig fyrir klúbbinn og málstæðin. Og svo er það náttúrulega að það þurfa að vera eitthvað gæði í hópnum og
Það er ég alveg 100% á. Liðsheildina hef ég engar áhyggjur af því þetta eru mjög hressir og góðir strákar og það er góð samheldni í hópnum. Þannig að mér finnst ekkert vera að vanbúnaði fyrir okkur að keppast að fara upp með deild og við stefnum bara því og ef það klikkar þá klikkar það en það á alveg klárlega að vera stefnan og markmið okkar sko. Ég held að enginn eigi að hræddur við það. Við vorum að ræða á svona transition eða mitt í að vera þjálfari. Var það alltaf markmiðið að vera þjálfari? Já, svona já og nei sko. Ég held utan alla þjálfari sem ég hef haft og alls konar upplýsingar sem ég glósaði og passaði upp á og geggjaði möppu til þeim sem ég geymt með öllum æfingaplönum sem ég þjálfari og jafnvel með þessar sko glósur úr fundum sem þjálfari hafa verið með. Þegar mér fundist einhver flottir liðsfundur af þjálfara til þess. Þannig að já, ég kannski var lúmst að stefna þessu sko, klárlega. Heldur betur. Ég var að spá hvort við ættum ekki að henda okkur í leikinn góða aftur. Eða viltu bæta okkur við áður fyrir við? Kannski aðeins bara með svona þjálfara pælingar. Þú náttúrulega hefur verið með marga mismunandi þjálfara á ferlinum. Er eitthvað svona einn þjálfari sem þú tekur sérstaklega mikið frá? Ég er svona reynt að tilengja mér að taka bara besta frá hverjum einum. En kannski sá þjálfari sem hefur kannski haft mest áhrif á mig var Óli Jó, sem er Hauka legend og það bara mikilvægasti parturinn sem ég tók út úr þessu ferli hjá mér. Það er bara þegar það var einhvern veginn góð orka og spilaði aðlaðandi og skemmtilegu fótbolti, þá náttúrulega vilja bestu leikmenni vera partur af því. Og ef það er ekki gaman og ef það er ekki spila fótbolti sem að samrýmist á gæðum leikmanna, þá verður aldrei held ég neitt svakalega gaman sko. En við allan stefnum á að spila lyftrandi góðan sóknarbolta í sumar og ætlum okkur að reyna að bara spila fótbolta sem eru gaman að horfa á. Mér finnst það mikilvægt því að það er líka partur af því að laða fólk á völlinn að vera að spila aðlaðandi knattspyrnu finnst manni. Og vonandi bara tekst okkur að gera það. Hvernig var öll spurningin? Er þetta búið svara öllu? Já, ég held það sko. Já. En má það bara búast við fullri stúku á laugardaginn? Ég hef sagt það frá upphafi sko. Það hefur verið markmið hjá mér að fyrsti leikur að við ætlum að hafa troðfellda stúku. Og ég efast ekki eina sekúndu það að það tækist. Ég held bara að Haukafólk næra fer vilji styðja liðið sitt, það finnur að það er eitthvað búið að gera. Það eru sjálfboðaliðir búin að vera hérna dag og nótt við að undirbúa að gera þetta góðu vígi og að það sé skemmtilegt að vera hérna. Það verður nóg að vera fyrir alla. Þannig að ég trúi ekki öðru en að bara Haukasamfélagið muni mæta hérna og sína lit og vonandi verður bara gott viður og úrslitin góð. Talandi skemmtilegan fótbolta þá náttúrulega viljum við líka sjá fulla stúku á föstudaginn þegar stelpurinn mæta Keflavík. Það er 19:15 föðs eða ekki? Jú. Já. Þetta er föðs og laug. Geðveik helgi framöndan sko. Það var nóg að gera fyrir Haukafólk helgina. Já, klart mál. Heyrðu, ég ætla í ferlana með ykkur. Ferillinn er eins og í fyrsta þætti. Ég er með menn á blaði. Við komum einn í einu og eitt lið í einu á hvern mann og eitt gísk á hvert lið. Ég fór einhvern veginn óþarfa flott með leikast með að útskýra þetta en þetta áttið ykkur á þessu og ég þarf náttúrulega að byrja á því að fletta upp. Meðan þú ert að fletta upp þá ætlum ég að segja listinn varðandi sjálfboðaliðina var ekki tæmandi á hann. Það eru ótrúlega margir sem hafa lagt hönd á plóg. Eitt sem ég vil bara nefna það er með skólmót sem er fyrir Velunar Hauka sem er næsta laugardag, mitt fyrir leikinn. Og það er alls konar svona viðburðir sem að margir hafa komið að. Sem að ég nenni ekki að fara að lesa upp alla en þeir eru helviti margir sem hafa komið og sýnt lit. Hvet bara mitt alla aftur eins og ég sagði að bara koma inn í starfið og hjálpa til. Og senda þér bara á Facebook eða? Má ég fá að grípa boltan með þetta? Af því að talandi bara svona sjálfboðaliða, samfélagsmiðlarnir hafa bara verið, þú veist, Viktor Jón sem að tók við þeim af mér reyndar, en eftir það búið að vera bylting. Já, það búið að vera alvöru bylting eftir að ég hætti að föndra á Canva og svona. En það er bara búið að vera bara, sko, ég get ekki nefnt mörg lið bara á landinu sem er með flottari samfélagsmiðlar, þannig að bara stórt shoutout á Viktor, sko, það er búið að vera bara fáralega gaman að fylgjast með þessu, sko. Já, sammála því. En ertu virkur í golfinu líka, Gauji? Kemur þú í dagskrána? Ég byrjaði eiginlega í fyrra. Þessi ástæðan fyrir að ég gat skilið með fótbolta en ég fekk einhverja svona smá veiru annar staðar.
Gólfið náttúrulega geggjað. Já. Og það svona fyrsta sporti sem einhvern veginn næ ekki að vera pirraður í. Þannig að kannski, ég veit ekki hvort það gólfið eða aldurinn, ég veit ekki hvort það var, en ég fann bara eitthvað ró innra með mér að lappa einhverja kilvi og slá fyrir bolta og Þetta frábær hjartveiking. Já, og ég bara eiginlega dýrka golf sko. Þetta ótrúlega skemmtilegt sport og held ég, og snill líka bara á móti þessum hardcore íþróttum. Það er mjög margir íþróttum sem spila golf með sko, því að það einmitt að vera afreks íþróttumaður, það mjög intense. Og golfið einhvern veginn, þó þessi intense að einhverju leyti, þá það ró inn á milli og góður svona balans á milli. Já, klart mál. Sumir þjálfarar hafa nú verið strangir á það að menn sé ekki spila golf neitt nálægt leikjum. En þú hérna vera með svoleiðis reglur? Nei, þetta á bara að vera undir hverjum einu komið, hvað best sko. Ég sjálfur var að spila golf síðast sumar og margir í liðinu eru fárveiki golf áhuga menn. Ég ætla ekki ætlast til þess að menn hætti því, en þetta bara að vera skynsamir. Þú tekur bara bílinn. Já, þú veist, nákvæmlega. Og rafmagnskerfuna. Já, og bara ert skynsamur í þessu. Já. Þú veist, þú þarft ekkert alltaf að labba 18 holur, sko. Klart mál, heyrðu, fyrri ferillinn, hann langur en góður. Ok. Herðu, verður þetta eitthvað svona í líkingu við Courtney House, eða? Nei, það verður ekkert eins og Courtney House. Það er gott. 98-99, þá hann að mála hjá Notts County, án þess að koma við sögu þó. Þannig að við fyrir til næsta lið. En heyrði, stökkið stórt, 99 til 2005, Arsenal. 12 leikir, 3 mörk á sko 6 árum, en hann fer á alls konar lán hann vindaráðstíma. Já. Hversu, 2000 til 2000? 99 til 2005 hann að mála hjá Arsenal. Já. Spila bara 12 leiki. Og fyrir að lán, á ég að negla lánunum út svolítið? Já, gerði það bara. Watford 2002 og svo aftur 2002 til 2003, Leeds 2003 til 2004, hann í stóru hlutverki á Leeds 2003 til 2004 þegar þeir eru í efstu deild, ef ég maður rétt. 2005 lánaði svo til Birmingham, skipti svo yfir til Birmingham 2005 til 2006. Mikael Forsell? Nei. Spilaði alla leiki með Birmingham tímabilið 2005-2006. Francis Jeffers, hann var allir Everton. Þetta allt góð gísk. Hvað þetta margir leikir og mörk í Birmingham? 38 leiki, 2 mörk. Já, akkurat. Þetta svo áhugaverður ferill sko, þegar ég rýn í þetta. Ok, næsta. 2006 til 2009, Liverpool. 55 leikir, 3 mörk. Steven Pienaar. Nei, Jermaine Pennant. Já. Ég verði þetta. Guðmund alveg. Jesus, fyrir Þetta var svona fótið hennar lífandi sko. Jesus Kristur. Æja, Steven Pienaar. Þú fórst í Suður Afríkumanninn. Ég ætlaði að segja Jermaine Pennant. Herru, hann kom nú bara snemma þessi. Ég er nú bara ánægður með ykkur. Já. Það var alls konar lið eftir sko, hann fór til Indlands og... Þá hörður það að verið þráðar í umföruna síðast, það var þetta minn leikur sko. Já. Það sjáum til í næsta felli. Herru, 2001 til 2004, það eru völararnir, völsungur. 2001 til 2004? Já. Pálmi Rapp? Nei. Hallgrímur Jónas? Ég glemdi náttúrulega að segja mörkin og það. Baldur Sig? Já. Yes! Ég kemur! Það er bara á fyrsta. Wow! Setur 21 mark í 68 leikir. Vel gert, tekið á fyrsta. Þetta var kannski ólétt, eða hvað? Ég veit ekki. Kannski bara fínt mótvægi við Courtney House. Já, ekkert að segja þessu. Þú ert flottur. Já, ég mismælt mig bara. En það er eins og það er. Þú lagðir þetta upp. Þetta var svona samvinna með DSA. Já. Heyriði, er nokkuð við þetta bætast á okkur? Nei, bara Fribbi komdu heim. Það vilja allir fá þig aftur í uppeldisklúbbinn. Einn daginn. Ekki annað eftir að hann taka undir það. En á þeim nótum var bara að þakka ykkur kjærlega fyrir, strákar. Takk sem leiðis. Og hvetjum alla haukamenn nægra ferð til að drulla þessu heim. Já, og á völlin, og föðs og laug. Já. Takk í dag.